Búist er við kvikuhlaupi og jafnvel eldgos á Reykjanesskaga á næstu dögum. Skjálftavirkni hefur aukist og landris er hægara en áður. Ísraelsher varpaði í dag sprengjum á Beirút höfuðborg Líbanons. Minnst einn fórst í árásinni sem herinn segir hafi verið hefndarárás beint gegn foringja Hezbollah samtakanna. 3 stúlkur eru látnar eftir stunguárás í Englandi í gær. Þær voru 6, 7 og 9 ára. 7 eru enn í lífshættu. Óeirðir brutust út á árásarstaðnum nú í kvöld. Umfangsmikil áform eru hóteluppbyggingu víða á landinu og sú fjárfestingar til áratuga, segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Hóteleigandi segist finna fyrir niðursveiflu. 300 manns sem komu að uppbyggingu varnargarða og annarra innviða í Grindavík voru síðustu gestir Guðna T.H. Jóhannessonar og Elísu Reid á Bessastöðum í dag. Komiði sæl. Ísraelsher lét síðdegis verða af hefndarárás sem boðuð hafði verið gegn Hezbollah í Líbanon. Einnið minnsta fórst í árásin á höfuðborgina Beirút. Stjórnvöld í Ísrael segja skotmarkið hafi verið háttsettan foringja Hezbollah samtakanna. Síðdegis greindi Ísraelsher frá árásinni á Beirút. Sprengjum var varpað á úthverfi borgarinnar þar sem Hezbollah samtökin hafa aðsetur. Herinn segir skotmarkið hafa verið foringja innan Hezbollah sem bæri ábyrgð á árásinni á Gólanhæðir síðasta laugardag. 12 börn voru drepin í þeirri árás en Hezbollah samtökin þvertaka fyrir að bera ábyrgð á henni. Það kemur reglulega til átaka á milli Ísraels og Hezbollah. Hezbollah eru bæði samtök og stjórnmálaflokkur sem hefur 15 af 128 sætum á líbanska þinginu. Þau hafa tengsl við Hamas-samtökin á Gaza og vinna auk þess náið með forseta Sýrlands og stjórnvöldum í Íran. En Ísrael, Evrópusambandið, Bretland og Bandaríkin er á meðal þeirra sem flokka Hezbollah sem hryðjuverkasamtök. Ísraelsher varpaði síðast sprengjum á Beirút í janúar. Þá var háttsettur Hamas-liði felldur. Þar áður þarf að fara aftur til ársins 2006 þegar rúmlega mánaðarlangt stríð geisaði á milli Hezbollah og Ísrael. Dregið gæti til tíðinda á Reykjanesskaga á allra næstu dögum að mati Veðurstofunnar sem gaf í dag út uppfært hættumat. Fjöldi smáskjálfta mældist í gærmorgun á Sundhnúksgígaröðinni norður á Grindavík og þar sýna GPS-mælingar að hægt hefur á landrisi að undanförnum. Síðasta gos það 5. á svæðinu hófst í lok maí og það stóð í það bil 3 vikur. Benedikt Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni, takk fyrir að koma hingað til okkar. En þið teljið að það sé að styttast í næsta kvikuhlaup og jafnvel gos. Já, á hverju byggið þið þetta mat? Já, við byggjum það fyrst og fremst á því að við erum að sjá núna að það er að hægja á landrisinu. Skjálftavirkni fer svona hægt og rólega vaxandi og þetta hefur oft verið einmitt það sem gerist rétt fyrir gos en svo sáum við líka í gær svona ákveðin merkjum að þetta er komið að þolmörkum. Það kom lítil hrina sem að leit dálítið út eins og það var að byrja annars staðar en svo stoppaði það bara. Þannig að það eru svona öll merki að benda í þá átt að það sé að styttast verulega. Eitthvað svona fyrirboðar. Já. En stóra spurningin er kannski svo hvar muni gjósa? Já, sko, líklegast er bara að þetta hægir sér svipað eins og síðustu gos. Það opnist þarna einhvers staðar fyrir miðjum kvikuganginum og svo dreifið það úr sér til suðurs og norðurs. Við getum ekki útilokað að það fari sunnar en síðast og jafnvel inn fyrir varnargarðana. Erum við þá að tala um að fara inn í bæinn? Sko, það er mjög ólíklegt að beinlínis gos komi upp inn í bænum. Það er engin jarðfræðileg merki að það hafi gerst, en það er mjög ólíklegt. En við getum fengið að sé sprunguna opnast inn fyrir varnargarðin. Og við getum einnig séð þess að við sáum síðast að hraun hreinlega renni ofan í sprungur og komi upp neðar og það getur gerst nálægt bænum eða jafnvel inn í bænum. Þannig að hraunrennsli myndi jafnvel renna inn í bæinn? Já, það er alveg, við getum alls ekki útilokað það. Nei. En sjáið þið eitthvað fyrir ykkur, þið hafa verið að tala um á allra næstu dögum, sjáið þið eitthvað fyrir ykkur svona hver fyrirvarinn gæti verið? Sko, fyrirvarinn hefur verið allt frá 3 tímum í hálftíma og það er alveg, við erum að gera ráð fyrir að það sé bara hálftími. Já. En kannski verður eitthvað mitt á milli, þetta er aðeins breytilegt. Vonandi fáum við bara fyrirvarinn svo síðast. Þá voru alveg 3 tímar frá því fyrstu skjálftavirkni byrjaði að þangað til að gosið hófst. Já.
En finnst þér svona því að vera að segja á allra næstu dögum, treystirðu til þess að spá? Nei, típist að vera í Vesturlandshelgin, ég hugsa það, en það er náttúrulega ómögulegt að segja, sko. Svo getur þetta náttúrulega tafist, en þetta lítur út eins og það sé bara frekar stutt í það. Já, það getur í rauninni alveg dregist, en það getur líka orðið stutt í það. Við erum bara að sjá merkin að það sé að styttast, en nákvæmlega hvað þýðir svolítið erfitt að segja. Benedikt Ófarsson, takk hérlega fyrir að koma og útskýrta fyrir okkur. Sjálfsagt. Og við snúum okkur öðrum fréttum og förum til útlanda. 5 börn og 2 fullorðnir eru enn í lífshættu eftir stungu árás í enska bænum Southport í gær. 2 stúlkur létu lífið í árásinni í gær og svo 3. lést af sárum sínum í dag. Þær voru 6, 7 og 9 ára. Börnin sem ráðist var á voru á sumarnámskeiði þegar 17 ára árásarmaðurinn réðist til atlögu hádegisbil í gær. Aðkoma bráðaliða var hræðileg. When they arrived, they were shocked to find that multiple people, many of whom were children, had been subjected to a ferocious attack and had suffered serious injuries. But I do also think about the emergency responders because they have responded to an awful incident today and I want to thank them for the professionalism that they have shown in doing so. Stúlknanna 3 hefur verið minnst víða í dag. Þær voru 6, 7 og 9 ára. Þær voru ásamt 25 öðrum börnum á sumarnámskeiði þar sem meðal annars voru kenndir Taylor Swift dansar. Swift birti yfirlýsingu á samfélagsmiðlum sínum í dag þar sem hún sagðist vera í áfalli og orðlaus yfir árásinni. My heart just goes out to the poor parents that, the children went to a holiday club and they never came home. 7 eru enn í lífshættu á sjúkrahúsi, 5 börn og 2 fullorðin. We believe that the adults who were injured were bravely trying to protect the children who were being attacked. 17 ára árásarmaðurinn í haldi lögreglu en ekkert hefur verið gefið upp ástæður voðaverksins. Og við þetta má bæta að lögreglan í Southport var kölluð út nú á 8. tímanum eftir að fjöldi fólks kom saman þar sem árásin var framin. Hópurinn hendi grjóti og flöskum í nærliggjandi mosku og óeirðirnar brutust út rétt klukkustund eftir að mínútu þögn var haldin á svæðinu þar sem barnanna var minnst. Vara ríkissaksóknari telur sig ekki hafa farið yfir strikið með ummælum sínum hælisleitendur. Þau ummæli auk annarra urðu til þess að óskað var eftir því og honum yrði vikið tímabundið úr starfi. Dómsmálaráðherra hefur tekið mál Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara til skoðunar að beiðni Sigríðar Friðjónsdóttur ríkissaksóknara. Hún segist ekki hafa átt annarra kosta völ en að leggja til að Helga yrði vikið úr starfi tímabundið vegna ummæla sem hann hefur látið falla í tíð sinni í embætti, til dæmis hælisleitendur. Sjálfur telur Helgi sig ekki hafa farið yfir strikið. Ummælin hafi tengst umfjöllun hótanir sem hann og fjölskylda hans hafi orðið fyrir. Ummælin mín voru óstilt og ekki nema sannleikurinn ef út í það er farið. Í skriflegu svari ríkissaksóknara segir að Helgi Magnús hafi fengið áminningu árið 2022 en ekki bætt ráð sitt í kjölfar hennar. Ummælin væru fleiri. Þau væru meðal annars samkynhneigða og nái aftur til ársins 2017. Helgi telur beiðni ríkissaksóknara að víkja honum úr starfi fráleita. Og hafnin alfarið og menn verjast henni að öllum mætti. Mér finnst þetta ódrengilegt og tilefnislaust. Helga þykir illa hafa verið staðið að málum. Honum barst tilkynningin í tölvupósti sem skömmu síðar var sendur á alla starfsmenn embættisins. Samstarfsmenn hafi því margir vitað af tillögunni á undan honum. Ég hefði nú búist við aðeins svona geðþekkari nálgun á þessu máli heldur en að senda bara tölvupóst. Það hefði þá alltaf að vera að taka eitt símtal eða FaceTime viðtal og ræða þetta aðeins áður heldur en að farið var á stað með þetta. Helgi hefur ekkert heyrt frá yfirmanni sínum frá því pósturinn var sendur. Hann segist ekki hafa trú á því að niðurstaða dómsmálaráðherra verði að víkja honum tímabundið úr starfi. 11 eru látnir eftir mótmæli í Venesúela gegn stjórnvöldum í landinu. Varnarmálaráðherrann segir mótmælin tilraun til valdaráns en stjórnarandstæðingar eru æfir yfir bágu ástandi í heimalandinu. Öryggissveitir og lögregla beittu táragassi og plastkúlum á mótmælendur í Caracas, höfuðborg Venesúela í gær. Fyrirætlanir Nicolás Maduro áframhaldandi setu á forsetastóli ástæða óeirðanna. Salí del bachillerato y no
Stjórnarandstaðan situr við sinn keip. Hún segir að þeirra frambjóðandi hafi fengið mikinn meirihluta atkvæðanna og sé því réttmætur sigurvegari kosningana á sunnudag, ekki Maduro. Me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% y que con este resultado, presidente electo es el Mundo González. 11 hafa verið drepnir í mótmælunum síðan í gær og tugir eru slasaðir. Stjórnvöld segja mótmælendur vera handbendi Bandaríkjanna og annarra vesturvelda. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Vegavinna austan við brúna yfir ána Skálm gengur vel eftir hlaupið sem það reið yfir helgina. Umferð þar töluverð, segja starfsmenn Vegagerðarinnar, sem sett hafa upp umferðarljós beggja vegna við brúna. Rafleiðni og vatnsæði í ánni heldur áfram að minnka, engin skjálftavirkni var á svæðinu í nótt og atburðurinn meira og minna búinn, segir Veðurstofan. Áfram verður þó fylgst með stöðu mála, en það geta enn komið hefðbundin sumarhlaup vegna leysinga í Mýrdalsjökli. Þrátt fyrir samdrátt í ferðaþjónustunni eru umfangsmikil áform hóteluppbyggingu víða land. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að verið sé að fjárfesta áratugi fram í tímann. Niðursveiflan áþreifanleg, segir hóteleigandi. Samdráttar hefur orðið vart í ferðaþjónustunni undanfarna mánuði. Ferðamenn leita annað, meðal annars vegna verðlags. Samdráttur í farþegatölum Icelandair og gistinóttum hefur fækkað. Samt sem áður búið að opna ný hótel á Reynivöllum við Jökulsárlón, á Orustustöðum, í Kerlingafjöllum og unnið að lúxushóteli við Grenivík í Eyjafirði svo eitthvað sé nefnt. Framkvæmdir eru hafnar við hótel á Reit gamla sjónvarshússins við Laugaveg og áform eru hótel víða land. Jóhannes Þór segir fjárfestingu í hótelum vera langtíma fjárfestingu. Það verið að fjárfesta til áratuga fram í tímann og þess vegna þýðir ekki að horfa á einhverjar sveiflur innan 6, 12, 18 mánaða, 24 mánaða þegar verið að taka ákvarðanir slíkt. Heldur verið að horfa á það hvernig möguleg þróun atvinnugreinarinnar og ferðaþjónustunnar verður inn í mjög langan tíma. Jóhannes Þór bendir á að mikil hóteluppbygging hafi orðið á afarskömmum tíma á áfangastöðum í kringum Ísland og nefnir Kaupmannahöfn sem dæmi. Framboð hótelherbergja geti þá orðið of mikið tíma en það jafnist út þegar markaðurinn taki við sér og eftirspurn aukist. Ákvarðanir framkvæmdir í hótelgeiranum hér á landi séu teknar á skýrum forsendum sem gögn og spár styðji. Þótt að það geti verið á einhverjum tímapunkti, einhver geti sagt að sé nægt hótelrými hér á suðvesturhorninu, þá verður að horfa líka til þess að við erum áfangastaðir sem að reyna að fá ferðamennina til þess að dreifa sér víðar landið, til þess að verðmætin og uppbyggingin sem fylgir atvinnugreininni dreifist betur landið og til þess þarf að byggja hótelrými. Hjörtur Gíslason í stjórn félagsfyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu. Hann tekur undir með Jóhannesi að hóteleigendur eigi að horfa til lengri tíma en einnar vertíðar. Það framtíða fjárfesting og fyrir geiran og Ísland því að ef við ætlum að fá meira út úr ferðabransanum þá eru betur borgandi farþegar sem koma á hótel. Hjörtur segir hóteleigendur finna fyrir niðursveiflunni í ferðaþjónustunni. Það bakslag hjá okkur en við megum alltaf búast við sveiflum að þessu tagi, ekki bara upp á við, heldur líka niður á við og það sem hjálpar best í að mæta því að félögin séu sterk efnahagslega og ráði við svona sveiflur, það bara, en þetta að taka á, það sannarlega. Víða í Evrópu í gildi viðvaranir vegna mikils hita. Á Spáni hefur hiti náð og yfir 40 gráðum, þá hefur hitabylgja náð til Frakklands. Mesti hitinn í suðurhluta landsins, en það var líka steikjandi hiti í París í dag, þar sem Ólympíuleikarnir standa sem hæst. Að auki var gefin út stormviðvörun fyrir París í kvöld og búist við úrhellisrigningu. Yo diría que al final es verano, pero no haces nada. O sea, no puedes salir a partir de las 8, porque es que no puedes hacer vida con este calor. It's really hot right now, and without any help, and I think it's quite hard. And sometimes the meteo change a lot. One day it's cold, one day it's hot. Ja, morgen wordt het boven de 35 graden. Ik vind het zo wel goed hoor. I'm not exactly keen on that. I'll be here early, then I'll go home and I'll close the windows, the shutters, everything, and I'll stay home.
Stórtæk áform í Ölfusum uppbyggingu iðnaðar munu umbylta bænum til frambúðar. Fjárfestingar verða nærri 450 milljarðar króna næstu 5 árin. Gagnaver, matvælaframleiðsla og líftækni eru áberandi. Næg orka er þó ekki örugg, segir bæjarstjóri Ölfus. Ölfus hefur ekki borið mikið á til þessa. Það er 21. fjölmennasta sveitarfélag landsins en státar af góðri höfn og stórhuga áformum. Uppbyggingin hér í Þorlákshöfn í Ölfusi er af áður óþekktri stærðargráðu. Við skulum skoða þetta. Ölfus Cluster Þróunarfélag Ölfus er með 68 framkvæmdir tengdar ólíkum atvinnugreinum í deiglunni eins og hér sést. Langflest eru þau í skoðun, í undirbúningi eða komin til framkvæmda. 5 Laxá seiðaeldisfyrirtæki raða sér nú þegar eftir ströndinni vestan við Þorlákshöfn á 150.000 ferkílómetrum. Þar eru áformum að byggja líka áburðarverksmiðju og súrefnisverksmiðju og sementsverksmiðja Heidelberg býður íbúakosningar. Öll svona stór verkefnin, þau kom alveg sérstaklega inn á borð bæjarstjórnar. Oft liggur einhvers konar viljayfirlýsing til grundvallar svona frumvinnunni. Orkuþörf verkefnanna verða 430 megavött. Þaraf fara 240 í Gagnaver sem fyrirtækið North Ventures hyggst byggja í útjaðri bæjarins á athafnasvæði C, þar sem grænn iðngarður á að rísa. Athafnasvæði A er hins vegar fyrir léttan iðnað og hafnartengda starfsemi og á svæði B er landeldið og lóðir fyrir fleiri. Þá hyggjast eigendur Icelandic Water Holdings þrefalda vatnsverksmiðjuna. Ég held samt að flöskuhálsinn er sannarlega orkuöflun en það segir sig sjálft að þegar verið er að fjárfesta fyrir 350 til 400 milljarða að þá á ýmislegt óvænt eftir að koma upp á. Á verkefnalista Ölfus Cluster er þó einnig orkuvinnsla með jarðhita eða vindorku. Sveitarfélagið mun byggja nýjan leikskóla, stækka grunnskólan og byggja nýtt knattspyrnuhús. Elliði segir að íbúakynningar séu haldnar stærstu málin. Minnihlutin hefur gagnrýnt að bærinn hafi ekki markað sér atvinnustefnu. Elliði segist hann að felast í aðalskipulagi bæjarins. Sveitarfélagið náttúrulega gegnir með mjög lögbundið hlutverk í þessu. Það sem kveðið er á hvernig við eigum að kynna fyrir íbúum og það höfum við gert með mjög mörg verkefni. Gert er ráð fyrir að íbúum Ölfus fjölgi úr 3.000 í rúmlega 4.000 árið 2030 og reiknað er með að á milli 800 til 1.500 ný störf verði til á næstu 5 árum í sveitarfélaginu. 300 manns sem hafa komið að uppbyggingu varnargarða og annarra innviða við Grindavík var boðið til Bessastaða í dag. Móttakan var eitt af síðustu embættisverkum Guðna T.H. Jóhannessonar. Og okkur þykir vænt að geta, fyrir hönd íslensku þjóðarinnar vil ég segja, þakka þessu einvala liði sem hefur lagt nótt við dag og lyft hverju grettistækjun á fætur öðru til þess að bjarga verðmætum og tryggja líf og limi fólks. Gestir forsetahjónanna tóku meðal annars þátt í að reisa varnargarða við Grindavík. Þau sem hafa komið að viðhaldi annarra innviða í bænum, meðal annars vega, pípulagna og rafmagns, voru einnig mætt á Bessastaði. Maður er svona pínu rokkin að þessu að vera boðið að hitta forsetann. En þetta er bara gaman, þetta er skemmtileg svona uppábrot á hversdeginum Ótölulegur fjöldi gesta hefur komið í heimsókn til Guðna og Elísu á Bessastaði undanfarin 8 ár. Hópurinn sem kom í dag er hins vegar sá síðasti sem þau taka á móti. Hver er tilfinningin? Þetta eru bara þakklæti kannski mest fyrir bara það tækifæri til að upplifa þessa mikið ævintýri hér og búin að vera rosa gaman. Þetta er eitt af því sem maður mun sakna en leið þykir manni vænt að, hvað ég segja, búi í landi þar sem við getum haft aðsetur þjóðhöfðingja á þennan veg. Við getum tekið á móti gestum á gangandi án þess að það þurfi alls konar viðamiklar aðgerðir í því sambandi og ég vona að þetta verði svoleiðis áfram. Og þá að veðri, en spáin lítur ekkert allt of vel út ef við að segja ykkur alveg satt. Það er vaxandi suðaustanátt vestanlands í kvöld og í nótt, suðaustan 8 til 18 metrar á sekúndu á morgun, með gulum viðvörunum vegna vinds frá Suðurlandi til Breiðafjarðar. Hægari norðan og austanlands og að mestu þurrt og bjart, en hiti verður á bilinu 10 til 20 stig. Og það verður hlýjast á Norðurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Óðinsson sér í kvöld.
Sundfólkið Anton Sveinn McKee og Snæfríður Sól Jórunardóttir áttu sviðið á Ólympíuleikunum í París í dag. Anton freistaði þess að komast í úrslit í sinni bestu grein. Þríþrautakonan Guðlaug Edda Hannesdóttir keppir fyrir Íslands hönd á leikunum á morgun í þríþraut. Aðstæður í París gætu þó sett strik í reikninginn. Og Breiðablik þurfti á sigri að halda í Kosovo í dag til að halda Evrópudraumum sínum á lífi. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Búist við kvikurhlaupi og jafnvel eldgosi á Reykjanesskaga á næstu dögum. Skjálftavirkni hefur aukist og landrisir hægara en áður. Ísraelsher varpaði í dag sprengjum á Beirút, höfuðborg Líbanons. Minnst einn fórst í árásinni sem herinn segir hafi verið hefndarárás beint gegn foringja Hezbollah-samtakanna. 3 stúlkur eru látnar eftir stunguárás á Englandi í gær. Þær voru 6, 7 og 9 ára. 7 eru enn í lífshættu. Óeirðir brutust út á árásarstaðnum nú í kvöld. Umfangsmikil áform eru hóteluppbyggingu víða á landinu og sú fjárfesting til áratuga, segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Hóteleigandi segist finna fyrir niðursveiflu. 300 manns sem kom að uppbyggingu varnargarða og annarra innviða í Grindavík voru síðustu gestir Guðna T. Jóhannesson og Elísu Rít á Bessastöðum í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu núna klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofuna ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Annað kvöld á RÚV. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Guðni T.H. kveður Bessastaði. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræðir við Guðna T.H. Jóhannesson forsetatíð hans, lífið á Bessastöðum og hvað tekur við. Verbúðin er íslensk þáttaröð sem gerist á árunum 1983 til 1991. Vinahjón gera upp gamlan togara og fara í útgerð. Allt gengur vel þar til kvótakerfið kemur til sögunar. Leitin að nýju nýra, dönsk heimildamynd í 2 hlutum Natasju sem 28 ára 2 barna móður með nýrnabilun. Hún hefur verið á biðlista fyrir gjafanýra í 3 ár og óttast líf sitt. Á Ólympíuleikunum á morgun. Guðlaug Edda Hannesdóttir keppir fyrst Íslendinga í þríþraut á Ólympíuleikum. Dagur Sigurðsson og Alfreð Gíslason mætast með lið sín Króatíu og Þýskaland. Við sjáum úrslit karla og kvenna í BMX hjólreiðum. Heimsmeistarar kvenna í fótbolta Spánverjar mæta Mörtu og félögum í brasilíska liðinu og svo miklu fleira til. Allt það helsta í Ólympíukvöldi klukkan 20:35.